Sushi, alltaf ferskt. Netto. Komið sæl og verið velkomin með okkur í sjónvarp Víkurfrétta. Að venju mætum við með fjölbreyttan þátt úr mannlífinu á Suðurnesjum. Menningin í sannkölluðum algleymingi, fjölbreytt leikhúslíf í Reykjanesbæ og nú boðið til safnahelgar á Suðurnesjum. Já, það frítt í öll söfn á svæðinu nú helgina. Þá að hefjast menningavika í Grindavík með tilheyrandi fjöri. Menningarvika hefst formlega í Grindavík föstudaginn 14. mars og stendur óslitið til sunnudagsins 23. mars. Formleg setning hátíðarinnar verður hins vegar á laugardag kl. 17 í Grindavíkurkirkju. Uppistaðan í menningarvikunni verður framlag heimafólks en auk þess mun fjöldi landsþekktara listamanna heimsækja Grindavík. Hvað getur sagt mér komandi menningarviku hjá okkur hérna í Grindavík? Hún verður nú óvenju glæsileg ár. Grindavíkurbær sem sagt heldur upp á 40 ára kaupstaðarafmæli. Þannig að það öllu tjaldað til. Við höldum upp á svona jafnt og þétt allt árið. En menningarvikan svona ansi stóri ár og líka sjóarinn síkáti. Svo afmælisdagurinn 10. apríl sem við höldum upp á með pomp og prakt. En menningarvikan, þetta verður bara veisluborð, menningar, alla þessa viku. Þetta myndlistarsýningar, ljósmyndarsýningar og það fyrirlestrar og ráðstefnur hitt og þetta og svo endar þetta með stórtónleikum í Íþróttahúsinu 22. mars. Þann sem að koma Fjallabræður, Jónas Sig, Lúðrasveit Vestmannaeyja og Lúðrasveit Þorlákshafnar. Þetta sérstaklega sett saman í tilefni afmælisins og Lúðrasveit Vestmannaeyja á til að mynda 75 afmæli akkurat þennan dag, 22. mars. Þetta svolítið skemmtilegt. Og við ætlum að fylla Íþróttahúsið, 750 manns og við höfum von á svakalegum tónleikum. Það búið að leigja stærsta hljóðkeri landsins og nýjasta í þetta. Þannig að það verður ekki til spara til að gera þessa tónleika sem veglegasta. Og þetta dagskrá í heila viku á þessum menningadögum og þið að hugsa þetta fyrir alla aldurshópa? Já, við erum með, einmitt fyrir alla aldurshópa, við erum með listasmiðju fyrir yngri krakkana. Það kennarar hérna í bænum sem hafa sett saman alveg frábæra dagskrá fyrir yngri krakkana. Það listsköpun og það tónlist og myndlist og svona ýmislegt. Svo erum við líka með fyrir unglingana, við erum með skemmti fyrir þá. Þannig að við erum svona að reyna að höfða til sem flestra. Þetta náttúrulega Grindvíkingar sem eru svona að sýna það sem þeir hafa fram að færa og svo blöndum við inn í þetta svona menningu utanfrá líka. Þannig að þetta ósvalega góður kóktel. Þetta 7. skiptið sem við höldum þessa viku. Kristi Reymarsson kom þess að staða síðan tíma og þetta hefur bara vaxið jafnt og þétt og svona að má eiginlega segja að þetta svona vika sem að Grindvíkingar bíða mjög spenntir eftir og svo svona brottfluttir Grindvíkingar, þeir sem að tengjast Grindavík á einn annan hátt, eru mjög duglegir að koma og mér líka gaman að sjá að það eru svona fleiri og fleiri Suðurnesjur sem eru duglegir að mæta á svæðið og okkur þykir mjög vænt það. Segðu mér, hvað að gerast inn í dag? Hér Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum. Þetta staðista mót ársins og hér sterkasta fólkið og skemmtilegast að vera. Hvernig kemur til að þetta hjá ykkur í massa? Við í massa erum búin að halda Íslandsmóti langoftast, þannig að við þekkjum vel að halda móta þessari stærðargráðu. Erum með gott fólk sem í félaginu til að starfa fyrir okkur, enda það sést bara umgjörunni, hún öll glæsilegasta. Þetta gengur ekkert með góðu fólki. Og það mikið að kvenfólki að keppa hérna í dag. Hvað kemur til að konur eru svona duglegar í kraftlyftingum? Það uppgötuð hvað það gerir gott. Og það bara mikil vakning í kvennaheiminum fyrir kraftlyftingum og líka því að þetta stigakeppni. Þannig að tæknilega getur léttast að konan unnið þyngsta mannin. Keppa allir á jafnum sig grundvelli og það hellir líka að þetta jafningakeppni. Þetta crossfit eitthvað sem að smitast inn í þetta? Nei, kannski eitthvað, en crossfiti virðist hafa smitast meira yfir í ólympísku lyftingarnar, svona líkara, en vissulega hefur við fengið eitthvað. Hvernig þetta í deildinu ykkur? Mikið að konum að æfa þar? Allt og lítið, ég auglýsi eftir konum. Við viljum sjá fleiri konur og við erum búin að vera að vinna í því að græja hjá okkur og ætlum að fara að standa betur að því að halda utan hópinn og konum það þar á meðal.
En íþróttamaður Njarðvíkur, það kona og hún að æfa hjá ykkur? Já, hún að æfa hjá okkur og að keppa einum dag. Að standa sig alveg frábærlega. Og það bara gaman að hún skildi verða fyrir valinu. Við erum mjög stolt af henni. Hvað það sem rekur stelpunnar í þetta? Það sé ekki félagskapurinn fyrst og fremst. Það mikill andi kringum þetta. Og það ég held að sjáist hvergi annars staðar eins mikil hvatning á milli keppenda. Þrátt fyrir að vera kannski í argandi keppni á milli. En það mikill samhugur. En hvað svo framundan hjá ykkur? Í sumar erum við að fara að halda Norðurlandamót í kraftlendingum sem stærsta kraftlendingamót sem haldið hefur í Íslandi. Þetta 2 daga mót, 100 keppendur og fólk náttúrulega frá öllum Norðurlöndunum og það verður bara veisla. Heimsins sterkustu liftarar, margir hverjir. Hvernig kemur til að það hérna hjá ykkur? Já, því að við erum vönnir að halda mót að þessari stærðargráðu. Við höfum gert það alveg með stakri prýði og þá var það bara einhugur það, við tækjum þetta á okkur og við erum bara stolt að fá þetta verkefni og ætlum að biðla til vinn okkar í bæjarfélaginu að bakka okkur upp með þetta því að þetta stór hópur, þetta 200 mann sem komum utan og við þurfum að halda utan með þetta fólk og sýna hvað best að vera. Hvernig aðstæðan hjá ykkur til æfinga? Hún sæmileg. Hún þyrfti að vera stærri og já, það margt sem mætti fara betur en við látum þetta duga. Hvað þarf fólk að gera til þess að byrja að æfa lyftingar? Sko, fyrst og fremst að skrá sig í massan og það getur haft samband við okkur á Facebook-síðun okkar bara svona til að komast í kontakt og við erum að fara af stað fljótlega með námskeið fyrir alla aldurshópa, konur og karla, stúlkur og drengi og vera með svona virkari þjálfun. Þannig að að gera að setja sig í samband við okkur á Facebook eða bara mæta í salinn og það alltaf ykkur og bara vera í sambandi, láta sjá sig. Það muna margir eftir ákveðnum ljóma sem fylgdi veru varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli á sínum tíma. Eitt af því sem vakti mikla athygli var Offiseraklúbburinn en það var á þeim tíma besta veitingahús á Suðurnesjum. Við heimsóttum daginn Menu veitingar sem eru með aðstöðu í gamla yfirmannaklúbbnum á vellinum, Offiseraklúbbnum. Hjá Menu starfar Reynir Guðjónsson en hann var fyrsti matreiðslumeistari Offiseraklúbbsins einmitt í þessu sama húsnæði. Það var ekki hægt að sleppa kappanum öðruvísi en að rifja upp fyrir okkur eitthvað smávegis úr kanasögu Offans. Á þeim tíma var hægt að fá stórsteikur sem að margir Íslendingar sóttu í að ógleymdum bjórnum sem þá var ekki í boði á Íslandi. En heyrum nú í Reyni. Reyni, maturinn sem að þið voruð að gera fyrir Bandaríkjamenn á þessum tíma, mjög frábrugðin eflaust því sem að var í boði á Íslandi, steikur, hambúrgarar, ágleymdum öllum bjórnum og því. Hvað getur sagt okkur því? Var þetta ekki svolítið drauma heimur fyrir unga mann á þessum tíma frá Íslandi? Jú, að sjálfsögðu var þetta náttúrulega allt nýtt fyrir okkur. Þegar ég byrjaði hérna, þá var eini hvíti maður í eldhúsinu, það var allt sem að Filippínar. Og við svona ýttum þeim út, má við segja það var ekki okkar völdum, heldur bara samningu við ríkisstjórnina, bandarísku og herinn og allt það, að við skildum taka yfir það sem ekki væri hernaðarsæðlis. Jú, auðvitað sá maður steikur, maður sá líka chili í fyrsta sinn, sweet and sour pork og svona ýmsa rétti sem voru og sæt súpa eða sósa með fiski var óþekkt á Íslandi, þau eru skotin. Nú þykir þetta allt saman sjálfsagt í dag og margt af þessu örugglega komið hérna. Var þetta allt matur sem þeir komu með eða voru þeir líka að taka inn einhvern íslenska mat eins og fiskinn? Í byrjun var þetta eiginlega eingöngu bandarískur matur nema ísan, fiskurinn, en í restina eftir að íslensku matreiðslumenninni komu og ég fór að vera yfir þessu þá fór þetta alltaf að vera íslenskt og grænmeti kom daglega frá Ameríku með flugi og þetta var færði svona smátt og smátt yfir íslenskt. Brauði kom allt saman pre-baked frá Ameríku en svo voru fann að taka frá öllu rúnstykki og allt brauð frá Ragnarsbakari á þeim tíma sem var og það er dálítið fyndið að segja frá því að þegar brauðin kom úr rúnstykkinu eins og við viljum hafa stökk og utan mjúk og innan það kölluðu Ameríkanandi gamalt brauð. Þannig að ég fann það upp að ég leta standa í poka
yfir nóttina og rakinu brauðin í pokan og linað upp. Íslendingar fengu nýja brauði, Amerikanar fengu gamla brauði og allir voru ánægðir. Var einhver einn réttur sem var vinsælli en annar? Já, hygglust Oriental pepper steak. Og þá var ég ekki að tala pipar, mali pipar, þá var ég að tala rauðan og grænan og gulan pipar sem var blandað saman í svona strips og stekt í soja og grjón og stekt grjón og annað slíkt sem það var áberandi vinsælt. Svo vorum við með taco bar og það var mjög vinsælt í hátinu og erfitt að brýta allt í jafnóðum. Svo Íslendingar áttu nú til að laumast hérna í mat og kunnuðu því nú ekki mjög illa. Nei, sko upphaflega var þetta come close, officer come close og þá mátti ekki koma nema með væri officer. Síðan slaknaði og svo eftir sem þeim fór að vanta meiri peninga á og það fækkaði dátunum, þá opnaðist þetta meira hér. En í byrjun var þetta þannig að Íslendingar fengu eina undanþágu, þangað til einhver var drukkin, kýldi í vegginu að gera upp steig, þá var lokað á alla. Svo slaknaði og svo, þetta bara eins og lífið er. Það alltaf 1 eða 2 sem skemma fyrir hófnum, til miður. En uppalega hugmyndið að þetta væri yfirmanna restaurant, það var ekki að ganga upp svona með tímanum. Þetta voru ofátt. Sko í restina, þetta voru 5.000 manns við 3 klúbba. Það var alveg vonlaust dæmi, sko. Reynda var ég búinn að færa pítsurnar og allt saman úr Top of the Rock hingað, þannig að matur var eingöngu orðinn hér. Top of the Rock var svona diskóstaður fyrir unga fólki og þeir vildi ekki fara út fancy að borða, það vildi bara fara sín öl og stelpur og vín og gaman. En nú ertu farin að elda hérna mörgum árum síðar og en ertu þú ert komin aftur á sama staðinn. Hvernig sú tilfinning og síðan núna að elda fyrir útlendinga, hermenn frá öðrum löndum? Já, sko, nú þetta eitt og bara næstu eins og hobby, sko. Nú ég vinn ég hérna 8, 10, 12 tíma dag, áður var þetta 14, 16, 18, sko. Ég var hér næstu og konan mín sagði við mig að hvernig tekur ekki bara með því sængina og þarna alltaf hvað sem er. Þannig að svo ég bara að gera þetta fyrir peanuts líka, sko, núna. En skemmtilegt? Já, annars væri ég ekki að þessu. Þetta ekki aurana virði, sko. Það ekki svoleiðis, sko.